Einar, þið fenguð heimaleik og þó að áttalega úrslitum sé ekki lokið þá svona gera flestir ráð fyrir að þið mætið Keflavík frekar en Njarðvík B. Getur tekið undir þá spádómsgáfu miklu? Já, það held ég að sé bara eins örugt og það komið sko. Það liggur alveg fyrir. Keflavík er besta liðið í deildinni í dag og með allir verið ykkur fyrir bumbuliðinu hjá Njarðvík þá held ég að það verði aldrei spennandi leikur, þannig að við förum svona með tíð og tíma að leiða hugan að Keflavík. Það eru tveir erfiðir deildarleikir þangað til. Þrennt sem við ætlum að fara í gegnum. Þið leggið Hauka á leiðinni í undanúrslitin. Þið spiluðu við Keflavík á dögunum, það sem svona flatneskja á lokasprettinum varð ykkur að falli. Og þú ert lurkum lamin eftir leikinn í gær. Já, bara góður sigur í gær fyrir það fyrsta og virkilega ánægður með liðsframmistöðuna. Mér fannst í rauninni allir þeir 9 leikmenn sem að fóru á gólfið virkilega skila góðu hlutverki og þó að voru margir, þó nokkrir sem voru að hitta illa og kannski ekki að ná sér stöðu sóknarlega, þá vantaði ekkert upp á effort varnarlega. Haukarlega það mjög gott og gjörðu okkur í nóvember í höfninni, þannig að virkilega bara ánægilegt að ná að snúa blaðinu við þar og í bikarleik og láta reyna áfram á ævintýrið, þannig að við vorum mjög ánægð með það og ég meina nú er bara við vorum að taka næsta mál. Ég náttúrulega rúllaði út af í gær, en Það var heimleið eftir leik þegar þú kannt svo vel við í höfninni og ákvaðst að dvelja þér í nótt, en svona öllu gamni slepptu, það var nú smá umferðaróhapp sem olli því að þú komst ekki heimaleið. Já, ástæðan fyrir þér hér, ég á nú bara að vera með barnið mitt í skoðun upp á spítala núna, en rúllaði með Ragnari Matthíasi sem hefur mikið mátt fyrir Þór og er að koma í annað skipti og vinna sér inn heimaleik fyrir klubbinn, en ég og tveir af drengjurum mínum endum utan vegar á leiðinni á Suðurstrandarveginum í gær, voru nú eitthvað stutt á veg komnir og aðstæður voru nú bara mjög slæmar, þannig að það var eiginlega vonlaust að koma bílum upp á veg En allir á húfi? Allir brattir og við vorum í góðu yfirlæti hjá Ragnar og Jóhannu í Eyjárunnu, þannig að kvörtum ekki við neinu og bara förum brattir inn í daginn. Einar, takk fyrir spjallið og farnist ykkur vel í þessari sem á öðrum keppnum. Takk.